Þannig að efnið fyrir hlutapróf 2, ég ætla að fara í þessa sem sagt gömlu skrá hér sem er lokapróf frá 2015, frá haustönn 2015. Sem sagt við tökum ekki þessa áreiðarrás. Hún verður ekki, ég ætla að taka hana út úr þessum áfanga. Þannig að þið skulið ekki vera að velta þessu neitt fyrir ykkur. Við förum hins vegar sem sagt í, við getum sagt hérna að þessi rás gæti komið það sem að við erum með spennustilli og við höldum þessari rás ennþá inni undir fyrir næsta próf þar sem við hérna reiknum út hvað spennan þarf að vera stór og hér í þessu formúlublaði var ekki komið hérna formúlan fyrir spennunni inn en muniði að ég setti þessa formúlu síðast fyrir próf 1. Þá var að leggja saman svona spennu álagið, spennustillinn og síðan spenna alla sem sagt gáðurspennuna og pluss díóðspennuföllin. Þá voru við komin upp í U-max og síðan deildum við með rótina 2 til þess að reikna út virkagildi risspennunar sem þarf að vera U-inn. Og þannig að þetta er svona fyrsta atriði sem að ég myndi segja að væri gott að fyrir okkur að æfa okkur á og við reiknum þetta núna í þessum tíma. Ég ætla bara rétt að renna yfir þetta í þessari upptöku og til að fara yfir hvað við höfum fyrir þetta próf. Það er sem sagt bæði heilbylgjuafröðunin, hvernig við hérna teiknum sem sagt spennuna yfir álagið eða spennuna yfir þýristorinn. Það gæti komið hvort sem er að við erum að teikna yfir álag eða þýristor og þið þurfum að vera klárir á hvoru tveggju. Og þegar við erum með 4 díóður hérna þá kemur fyrst sem sagt í rauninni heilbylgjuafröðun af því við erum með 4 díóður og þess vegna erum við að nýta bæði hálfriðin úr þessari sýnisbylgju hérna og þess vegna væri klippingin miklu oftar hérna eða sem sagt þar sem við nýtum bæði jákvæða og neikvæða hlutan. Neikvæða hluturinn hann hérna færist hérna upp vegna þess að þá er það sitt hvort parið, díóðparið sem er að leiða. Þannig að það er spenna að vera alltaf jákvæð hérna inn á rásina. Og þannig að ef við værum bara með einn þýristor í rás, það tók hvort ég finn ekki hérna dæmi slíka spurningu eins og til dæmis þessa hérna. Það gæti líka kannski komið svona spurning þar sem að við erum með hérna, nei, ég ætla að færa þetta, hvað er ég með þetta, hérna já, ég ætla að gera svona, en þá erum við bara með einn þýristor í rásinni en þá nýtum við bara jákvæða hluta riðbylgjunnar og þá sleppum við alveg þessu tímabili hérna þegar að spennan er neikvæð. Þið áttu ykkur á því. Þannig að þá annarkvort þurfum við að teikna spennuna yfir álagið eða spennuna yfir þýristorinn. Ok, þannig að þetta getur komið hvort sem er og eins er það hérna varðandi þessa stýrirás hérna sem að við erum að sjá, ætlum við séum með hana og við erum ekki búin að fara í þetta förum við í fyrir næsta próf, þetta tökum við ekki og ekki heldur þessa rás hér, það tökum við seinna. Við hins vegar förum í þýristorinn, hvernig hann virkar í jafnstraum aðeins, sannlega. Það er líka undir og svo þetta með
með hérna gáruspennuna og stýrispennuna hérna í rásinni þar sem við notum IC-rásina TCA 785 sem stýrirás og við gætum þurft að vera með svona mynd og segja til sem sagt hvar stýrispennan gæti komið inn á hérna ef að hérna stýripúlsinn kemur við 45 gráðu opnunarhorn eða 90 gráðu opnunarhorn eða eitthvað slíkt og þá kæmi í rauninni sem sagt af því að satanaspennan byrjar í 0 gráðum og endar hérna 180 gráður að þá er bara ef að ég er með til dæmis 45 gráður þá er þetta hérna neðarlega þá skera þetta hérna á bilinu 0 til 180 gráður þá bara skiptum við niður þessu bili í 90 gráðu og 45 gráður og þá hérna förum við beint hérna upp og þá verður hérna stýrispennan að skera hérna og þá teiknum við inn á hérna línu, beina línu sem væri stýrispennan og ef það væri beðið 90 gráð þá bara akkurat hérna við 5 volt skiljið. Þannig að þetta svoleiðis stýrirás sem að við höfum verið að fjalla og fyrir þetta próf 2 næsta. Síðan höfum við verið að fjalla spennustilli rafala, bóklega fyrst og fremst, en við erum búin að fara í gegnum það mikið af þessu að við ættum að vera búin að átta okkur svolítið á þessu þó að verklegi hlutin sé eftir. Þá ætlum ég samt að hafa þetta fyrir næsta próf og við vorum búin að fara svolítið rækilega í stýrirásina hérna og hvernig þetta virkar og þessa þætti í rafalanum hérna, eins og við segjum hérna til dæmis við A hér, þá erum við að taka 3 fasa spennu frá sátri sísegulrafala og þetta er aflið fyrir spennustýringuna. B-ið, þetta er raungildið, það er spenna frá sátrinu, frá aðalsátri rafalans, þess að fylgjast með spennunni út af rafalanum og þetta er svona raungildið inn á spennustýringuna. Síðan C-ið, það ætti eiginlega að snúa á hinn veginn af því að við sendum út á þessa segulpóla segulmögnunarstrauminn. Þetta er segulvaf rafalans og hérna höfum við segulmögnunar rafalan. Við fáum þarna 3 fasa rafstraum sem er afreiðaður með þessum 6 díóðum og við fáum segulmögnunarstrauminn inn á pólhjólið sem er frá nokkur vöf sem er í rauninni bara sýnt sem 1 vaf hérna. Og hér er líka straumskipti díóða, bæði til þess að hún er teiknuð eins og sinnudíóða þannig að það geti verið að hún myndi líka verja það að þessi spenna verði ekki of há en að hlutverkinu er náttúrulega að leiða strauminn hérna í gegn þegar að við erum til að lækka eða bara taka rafalinn úr gangi sem dæmi að þá fer straumurinn áfram í gegnum eða sem sagt segulorkan frá pólhjólinu. Hún myndar í straum sem að fer í gegnum straumskipti díóðana. En við höfum ekki farið neitt í þessa straumskipti díóðu svo að hérna hún er bara hérna. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af henni. Heldur aðalega átt okkur á þessum þáttum hérna sem sagt aflið fyrir segulmögnunina kemur frá sátri sísegulrafalans, svo höfum við raungildið frá aðalsátri rafalans, það er hérna B og svo C, þangað sendum við segulmögnunarstrauminn frá spennustýringunni til þess að við getum reglað út rétta spennu út af rafalanum. Og hérna sjáum við spennuna
sem búin til úr þessari 3 fasa spennu. Og hvað notum við margar díóður til þess að búa til svona spennu? Jú, við notum 4 díóður til þess að búa til þessa spennu. Og af hverju erum við með 0 í spennunni hérna? Jú, það til þess að geta slökkt alltaf reglulega á týristornum svo að við getum ráðið því hversu mikið af spennu við nýtum inn á segulmögnunar til þess að búa til segulmögnunarstraum hérna inn á segulmögnunar pólana hérna. Og síðan hér stýrirásin þar sem að við berum saman raungildið sem kemur hérna spenna hérna inn á milli 2 og 3 frá sátrinu og síðan einangrar þessi spennir þá spennu frá stýrirásinni og þessi raungildi spenna kemur í rauninni sem jafnspenna hérna inn á R6. Þannig að við getum kallað spennuna yfir R6 bara raungildi eða mælt raungildi frá rafalanum, sem spennuna út af rafalanum. Og ef hún ætlar að hækka eða lækka þá hefur það áhrif hérna inn á þessa spennudeilingu R6 sem sagt, ef hún hækkar þá lækka allar hinnar spennur á móti. Base emitter hefur þá mestu áhrif hérna, þá minnkar straumurinn í gegnum transistorinn og þá fáum við sem sagt seinna hér af þessari spennu minni sem sagt spennu, fáum við sem sagt stýripúlsin seinna og þá fáum við minni segulmögnunarstraum inn á segulmögnunarvafið. Þannig að þið þurfið svona aðeins átt okkur á því hvað gerist í þessari stýrirás eins og við fórum yfir í tímanum daginn. Ef að til dæmis að spennan þá lækkar út á rafanum, ÖR6 lækkar, það þýðir það að allar hinar spennuna verða að hækka. Og base emitter veldur því að transistor 1 leiðir meiri straum. Það er rauninni alveg nóg svar við þessari spurningu hérna. Útskýru hvað áhrif það hefur á transistor 1 ef að raungildið hækkar inn á rásina, ef það myndi hækka hérna, raungildið hækkar, þá hækkar spennan yfir R6 og þá myndi base emitter spennan lækka og transistor straumurinn minnkar, semst IK minnkar á transistornum. Það væri fullnægjandi svar, skiljiði. Og svo bara öfugt, ef að raungildið lækkar, ÖR6 hérna niður, þá hækka allar hinar spennur á mótir, þá myndi base emitter spennan hækka, svo að kollektorstraumurinn myndi aukast. Það bara í hináttina og þá fáum við meiri segulmögnun og það hækkar aftur upp spennan út af rafalanum. Þannig virkar þessi reglur á spennan út af rafalanum. Skoðu þetta já, og síðan þessu sleppum við alveg sem að ég leti ykkur fá hérna, í þessu prófi. Hins vegar erum við búin að fara yfir hérna trékinn, yfir verkefni 15 og það efni verður fyrir próf. Þessi hérna kraftrás með spennugjafa álagi og 2 týristorum þannig að virki eins og tríak. Þetta gerðum við í verkefni 14 með stýrirásinni þar. En við hefum bara að teikna upp hérna, við náum við hér, sjá, jú, það virkar sennilega. Ég ætla bara rétt að risa þetta hérna upp. Við erum hérna með reiðspennugjafa og við höfum þá kraftrás með álagi. Við skulum hafa þetta álag, já, ætli ég setji bara hérna sem peru. Það er bara álag sem sagt ljósaperu hérna. Og svo hef ég 2 týristora í öfugri hlýtengingu. Hérna er annar týristorinn og hann leiðir strauminn í aðra áttina og svo hef ég hinn týristorinn hérna og hann leiðir strauminn í hinn áttina, svona, og svo tengjast þeir saman og saman fara þeir svo hérna inn á hinn pólinn á spennugjafana. Og þetta væri fullnægjandi svar, skiljiði, við þessari spurningu. Teiknaðu kraftrás með spennugjafa,
álagi hérna og 2 tvíristorum hérna, þannig að það virki eins og tríakur. Sko, tríakur hann leiðir í báðar áttir, fram og tilbaka í gegnum þetta álagi sem er hérna. Og það gerir líka þessi rás hérna, að þessi tvíristor leiðir hérna í þessa átt og hinn tvíristorinn leiðir tilbaka. Þannig við myndum fá sagt, ef við reynum að teikna spennu hérna inn, þá færi hún svona kannski yfir álagið og síðan hérna myndum við ekki koma hérna fyrir hér allt í einu og já, þá er þetta það bil spennan yfir peruna. Myndum við klippa af riðbyggjunni hérna framan af. Ok, þetta væri fullnægjandi svar fyrir það. Og síðan er spurt hérna í B-lið. Við fórum aðeins í það þegar við fjölluðum hérna 15. æfinguna og træk-rásirnar, að hver væri tilgangur með 2 tímastöðlum. Hvað eru þessi 2 tímastöðlar? Jú, þetta er annar tímastöðlinn, þessi hérna, og hinn tímastöðlinn er þessi hérna. Þegar við erum með dauft ljós, að þá gæti orðið óróleiki á hérna ljósmagninu, það getur verið flöktandi, og með því að hafa svona 2 tímastuðla þá fáum við aukinn stöðuleika í rásina. Að við fáum svona einhvers konar eftirhleðslu hérna, þannig að meiri hérna svona jöfnun eða þetta meiri stöðuleika þegar við höfum svona 2 tímastuðla inn á hérna díakinn. Svo að þannig hérna minkum við hættu á því að verði flökt við stórt opnunarhorn. Það þýðir þegar er dauft ljós, ef við værum með peru hérna, eða ef álagið er að fá mjög litla spennu, að það verði ekki flökt á spennunni við þau skilyrði, þegar við erum með mjög lítið af spennunni yfir álagið. Eykur stöðuleika rásarinnar að hafa 2 tímastöðla. Ok, nú, já, síðan bara reiknum við þetta núna á eftir og æfum okkur á þessar aðferð. Ég hef búin að fara aðeins í þetta. Þetta er í rauninni aðal atriðin fyrir þetta próf. Segjum þetta gott núna.